Verksmiðjan á Hjalteyri handhafi Eyrarrósarinnar 2016 en hún árlega veitt framúrskarandi menningarverkefni á landsbyggðinni. Verksmiðjan á Hjalteyri listamiðstöð með sýningarsali og gestavinnustofur í gamalli síldarverksmiðju Kveldúls við Eyjafjörð. Frá því að nokkrir frumkvöðlar og listamenn tóku sig saman og stofnuðu verksmiðjuna árið 2008 hefur þar verið haldið úti framsæknu myndlistar og menningarstarfi. Það var Gústaf Geir Bollason, umsjónarmaður verksmiðjunnar á Hjalteyri, sem veitti verðlaununum viðtöku. Þetta bara mjög fín viðurkenning, svona á tvennan hátt. Það náttúrulega bæði góð og kærkomin viðurkenning fyrir alla þá sem hafa verið að gera hérna fína hluti. Svo hugsaði ekki síst til listamannanna sem hafa verið að leggja mikið á sig fyrir að búa hér til oft mjög vel heppnaðar sýningar og verk sérstaklega. Og svo auðvitað það fólk sem hefur komið að því að gera þetta mögulegt, allir því sem hafa eitthvað lagt til þess. Verksmiðjan hérna, hún hefur verið starfrækt í allmörg ár. 8 ár. Þetta byrjaði fyrst sem tilraun. Þetta einhvern veginn opnaðist, þetta hafði verið notað sem geymsla og ég stökk á það og kallaði til listamenn sem voru þá allir hér. Listafólk, þetta voru svona í bland, strákar og stelpur. Og við settum þetta í gang og prófum okkur svona áfram með þetta. Þetta var svona 3-4 fyrstu árin, þá fengum við bara að hafa þetta, það átti sveitafélagið þetta, við fengum að hafa þetta bara ókeypis. Síðan hefur þetta árið aðeins meiri rekstur, það þarf að borga leigu allt árið. Og leið það hefur líka svona aðeins verið meira að vera, það eru þéttari sýningar. Þetta byrjar frekar snemma á vorin, svona lok apríl, byrjun maí og ofta alveg út september, dagskráin. En þetta nær samt ekki alveg að loka árshringnum, sko. Það eru svona nokkrir vetrarmánuðir sem eru lítið að vera og maður hefur verið að vinna í því að það sé hægt að hafa hér fólk við listsköpun allan ársins hring og það farin að stað ákveðin framkvæmd við svona vinnuaðstöðu og hún komin svolítið áleiðis, góður áfengi búinn, en ekki allt. Það svona það sem að hugsa um. En Eyrarrósin að fá þessa viðurkenningu, hvað þýðir hún fyrir ykkur? Já, það svona aðalmálið kannski það að þetta geti rennt styrkari stoð, myndir hann. Þetta hefur, maður hefur kannski ekki alltaf haft alveg fastan land undir fótum. Það ekki leigusamningur, þannig að maður veit svo sem aldrei mikið hvað maður getur gert fram í tíman. Maður hugsa svona 1-2 ár áfram og kannski ekki mikið lengra, en það skiptir svolítið máli að þetta sé bæði upp á að finna í þetta fjármagn og geta skipulagt svona stærri hluti, að vita að maður sé öruggur með þetta. En þegar þið fóruð af stað, þetta risa húsnæði, heyrðust efasemdaraddir? Já, en líka bara jákvætt, sko. Það hefur alltaf verið svona í bland, sko. Það hefur líka svona fólk sem hefur heillast af þessu þóttu góð hugmynd og svo kannski öðrum sem kannski finnst þetta ekki mjög praktísk hugmynd eða kannski ekki beinlínis neikvætt en ekki mjög trúað á þetta. Hverjir koma að rekstrinum? Þetta áhuga fólk, eða ekki fyrst og fremst? Já, það náttúrulega ekki áhuga fólk sem listamenn. Þetta allt starfandi listamenn og fólk sem hefur líka áhrif svona í listheiminum. Ef ég nefni nöfn, þetta þessum stofnuðu þetta með mér, það voru Hlynur Hallsson, núna safnstjórinn á Akureyri, Jóna Hlíf Halldórsdóttir sem formaður Sýn, Aðalheiður Eysteinsdóttir sem mjög atkvæðamikil hérna í Fjörðinu og Tröllaskagum, með bæði Freyjulund og Alþýðuhúsið og mjög ötul í sinni listsköpun, Þórarinn Blöndal og Arna Valsdóttir, bæði listamenn og fólk sem vinnur á ýmsum sviðum að menningu. Sjálfboða vinna, hún líklega töluverð eða hvað? Þetta nú eiginlega mest þannig, sko. Það eiginlega alfarið, en það þarf það tekst aldrei að finna mjög mikla peningi í þetta, en það finnst alltaf það sem þarf og það hefur náttúrulega farið alltaf peningur í rekstur, það hluti varðandi húsið. Síðan eru styrkir sem sérstaklega eyrnamerktir náttúrulega verkefnunum og þá fyrir listamennina upp í þeirra kostnað. Þetta mjög krefjandi hús og stórt og
verið að segja að búa til stóra sýningar og stóra verki. Sækjast listamenn eftir því að komast hingað í auknum mæli? Já, mér finnst það svolítið. Það í auknum mæli mikið ungt fólk og það hefur svona fallið hvort öðru. Það hefur alltaf verið áhuga á því að fá ungt fólk og það hefur áhuga á húsinu. En líka bara alls konar listamenn sem að sjá sér svona heillast á rýminu og svona finnst sjá ýmislegt fyrir sér hérna, skilur við. Þetta gefur hugmyndir og svona. Það eru mjög mismunandi sýningar sem eru settar hérna upp. Já, það hefur verið það, ég myndi segja það hefur verið svona, en það náttúrulega líka bara að þetta hefur verið ólíkt fólk í sjálfu sér, fólk sem hefur svona, listin svo breið og fólk vinnur í ólíka miðla. Það svo margt sem fellur að þeim innan þessa ramma, sko. Þannig að, ég myndi segja það, þetta eru samt oftast nær verið, fleiri neitt, það held ég einu sinni verið sólósýningin og þá var hér breskur listamaður sem var með hljóðverk sem þannig séð tók yfir allt húsið. En annars hafa þetta verið litlir eða stórir hópar, þá stundum litlir hópar, það voru það fólk að vinna sérstaklega mikið saman að einhverju verki og síðan hafa verið sýningar sem hafa kannski verið meira ákveðin hugmynd sem tengir við staðinn eða einhverja slíka pælingar sem valið í eða unnin verk út frá. Ertu farin að sjá fyrir þér árið í ár? Hvernig lítur það út? Já, það lítur bara mjög vel út. Það pínlítið öðruvísi og kannski svolítið meira eins og maður hefur alltaf viljað hafa þetta. Fólkið verður miklu meira hér. Þetta er fólk, svona í bland fólk hér af svæðinu. Það kemur hérna ungt fólk í maí sem mjög atkvæðamikið á Akureyri, einhver lítinn sýningarsal í Kýlinu. Þau ætla að vera hér heilan mánuð og vera á staðnum og alltaf opið og eru bæði að sýna og vinna skipuleggja viðburði, bæði tónlist og myndlist. Í júní verður svona aðeins hefðbundnari sýning, þannig að það er meira sett upp og svo bara setið yfir. Það er kvennasýning í sýningarstjórn Guðrúnar Pálínu Guðmundsdóttur. Í júlí hins vegar þá kemur hingað franskur kvikmyndagerðarmaður og myndlistarmaður sem heitir Pierre Coulibauf. Og hann ætla bæði að sýna og vera hér og taka hérna kvikmynd í samstarfi við Ernu Ómarsdóttur. Í ágúst kemur stór hópur Kanadamanna, bæði teiknarar og tónlistamenn og fólk sem vinnur með hljóð. Í september kemur svo í framhald af því Ervan van der Werf og konuna Þóra Sólveig Bergsteinsdóttir með írskum myndlistafólki og þau halda svolítið áfram bara með svipuðum hætti. Í lok sept og í október þá verður hér stór nemendasmiðja og einhver ungi listamenn. Það er á vegum Listaháskóla Íslands og Beaux-Arts École Nationale Supérieure de Beaux-Arts í París. Og það er eitthvað svona 10 daga prógram vanlegast, hefur verið hér áður og síðan verður sýning sem verður kannski meira svona opin samkvæmt samkomulagi í framhaldið í október. Það er nóg að vera. Alltaf fullt að gera, já. Á þessum tíma, en svo núna þetta svolítið tómlegt og litast. En hvað með aðsókn? Er hún að aukast ár frá ári? Já, það er náttúrulega meiri túrismi og það maður sér fleiri útlendinga og þeir eru allir mjög þakklátir gestir. Það er ekki mikið svona skipulega ferðamennsku hingað. Það er ekki mikið svona rútubusiness í þessu, en það er samt töluvert af fólki sem svona túristar sem vita hvað er að gerast í menningarmálum, þeir vita hvað er að sjá út á land og þræða oft hringinn og skoða þessu hluti. Síðan er mikið af Íslendingum á ferðinni sem eru áhugasamir, hafa heyrt um þetta og vilja koma og sjá. Og bara alls konar fólk líka, margir eru áhugasamir staðinn og það er þetta líka bara mjög skemmtilegt og partur svolítið af konseptinu. Fólk kemur hingað, er kannski ekki endilega að leita að list, en er að skoða forvitnileg hús og rekst á samtíma list í leiðinni. Þetta verður mjög skemmtilegt og óvænt. Rekstur svona verksmiðju svona þekktur í borgum minnsta kosti erlendis? Já, þetta á sér fullt af hliðstæðum. Þetta er kreatíft, þetta þá líka svolítið eins og ég hef verið að lýsa þessu. Þetta eru þá staðir sem eru bæði svona vinnurými og sýningarrými og oft kannski ódýr, en líka í mörgum tilfellum svona staðir þar sem fólk fær ekki að vera mjög lengi. En það er þó misjafnt, það er tilvægt af því. En þetta eru mjög skapandi rými, mjög spennandi fyrir fólk til að
gera tilraunir að vinna verk. Þannig að barnið það vex og dafnar. Hlýtur að gera það. Alltaf í honum.